hver samhverfu ás til dæmis fleygboga. Svona fleygbogi, það hægt að teikna hann í hnitakerfi. Ég ætla að teikna þennan. Hérna ég búin að teikna samhverfu ásinn, ég var ekkert að sýna ykkur í smáatriðum hvernig ég geri það, ég hef gert það í öðrum myndböndum. En það til formúla til þess að reikna samhverfu ásinn. Ég ætla að sýna ykkur hvernig við gerum það. Hér formúlan, hún fengin út úr jöfnunni sem við notum til þess að finna núllstöðvar. En þetta var A-muniði, þetta var B og þetta var C. Reyndar ekkert C hérna. Þannig ég set inn bara tölurnar. X-gildið, og þetta X ásinn hérna, þetta útslóðan ásinn, mínus B, sem 4, yfir tvisvarsinnum A, sem 2. Tvisvar 2 eru 4. Þannig ég margfalda það bara strax, 4 deilt með 4. X-ið mínus 1. Og það passar við myndina hjá mér, sjáðu. Mínus 1 samhverfu ásinn. Og það þýðir að grafið, sem í þessu tilfelli fleygbogi, þetta getur virkað fyrir þriðjastigs fall eða eitthvað annað fall, speglast samhverfu ásinn. Og hann í X jáft og mínus 1. Þannig að ef ég veit til dæmis gildi hér að 0,0 punktur, þá veit ég að 2,0 líka punktur. Af því að ég fer 1 hingað, þá hækka ég ekki upp og þá get ég líka farið 1 í hina áttina. Ég get alltaf speglað alla punktana.